Góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og bæjarreitar sem hér í sal og fundasal á bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 250. og fyrsta fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja settan. Hér á dagskrá í dag eru fundagerðir bæjarráðs númer 575 og 576 tekna saman til umræðu og atkvæðagreiðslu og engir hreyfi því andmælum. Fundagerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar númer 211 og 212 sömuleiðis tekna saman til umræðu og atkvæðagreiðslu og engin hreyfi því andmælum. Hafnarstjórnar númer 201, fræðslunefndar númer 57 og 58 tekna saman til umræðu og atkvæðagreiðslu. Íþrótta- og tómstunarnefndar númer 50, félagsmálanefndar númer 111, barnaverndarfundagerð númer 2018 og síðan var hér liður 11 sem er landbúnaðarnefnd 19. fundur hennar. Sem kemur hér inn en á að fara fyrst fyrir eignarskipulags- og umhverfisnefnd af því að landbúnaðarnefnd er undirnefnd eignarskipulags- og umhverfisnefndar, þá fara það fyrst þar til samþykkt eða fara þar fyrst til kynningar og þá umfjöllunar einhver mál eru sem nefndin kýs að lyfta upp. Þannig ég ætla að óska til því bæjarfulltrúa að við sendum, þannig að þetta var nú misbrest úr þessu, hún fór beint inn til bæjarstjórnar, að landbúnaðarnefnd fái að fara til eignarskipulags- og umhverfisnefndar. Að því sögðu vildi nú samt biðja bæjarreitar að kanna það með ég kynni restina af dagskránni. Fjallskilaboðið sem er í þessari fundargerð, hvenar á það að taka gildi? Þannig að biðja bæjarreitar að kanna það fyrir mig. Að því að það þarf að hljóta afgreiðslu bæjarstjórnar áður en að fjallskil hefjast og ég er bara að hugsa tímarammann í því. Gangi það eftir, þá sendum við hann aftur inn til eignarskipulags- og umhverfisnefndar. En síðan er hér nokkur almenn mál. Það er fyrst fjárhagsárið 2018 viðauki 4 sem er lagður hér fram í tengslu við nýgerða kjarasamninga við kennara grunn-, leik- og tónlistarskóla og stjórnendur í tónlist- og leikskólum, tónlistarskólum og leikskólum. Síðan eru hér samþykktir. Því eins og með þekkja þá er verið að ganga frá yfirfærslu samþykkt og við höfum verið að gera í sumar í tengslum við sameiningu Fjarðabyggðar og Breiðdalshrepps, nýja Fjarðabyggð, og nefndirnar hafa verið að ljúka yfirferð sinni á hinum þessu samþykktum þar sem þær eru færðar til þess horfs að þær ná yfir allt til nýja sveitafélag. Það er fyrst samþykkt meðhöndlun úrgangs, samþykkt fráveitur, samþykkt umgengni og þrifnað utanhús og það er samþykkt að þetta verið endurskoðað heilbrigðiseftirlitinu, einnig heilbrigðisnefndinni, samþykkt hundahald, samþykkt kattahald og önnur dýr, samþykkt fiðurfé sem minn uppáhald samþykkt hjá Fjarðabyggð, reglur samskipti trúfélaga og skóla, reglur kynningar og auglýsingar gjafir í skóla og frístundastarfi Fjarðabyggð, hafnarreglugerð sem ég hér að fara í fyrri umræðu, reglur leikskóla, útlendurreglur íþróttastyrkja, reglugerð vegna kjörs á íþróttamanni ársins og samþykkt ungmennaráð Fjarðabyggðar og reglur styrkveitingu útlendum tími íþróttamanni með íþróttafélag og almennings. Allt eru þetta sem sagt í þessum reglum er ekki stórar efnislega breytingar frá því sem var í Fjarðabyggð og mikið til samhljóða í Breiðdal líka, en engu síðan þurfa að hljóta afgreiðslu hér og til þess að gildi. En þá ætla ég að fá að áðurinn í geng til dagskrár, endilega að fá að stíga hér ræðustól og tala við bæjarreitari þegar mér hafi láðst að skoða fjallskilaboðið fyrir fund. Fjallskilaboð bæjar er að ég komið að fjöllum hérna áhuga sem þú leysið við ég var eftir að geta ég á fundi fyrir að gera sér neitt fyrir ég er að vel undir búin það er bara því miður höfum á misbrest núna í landamærinni er ykkur áætlun hvað það skjóta marga hróttur mjög fyrir þetta árið? Þetta var á þessu ári. Fólk þeir sem eru að horfa sem sitja spenntur skjá og allt sér því það sé gaman að bæjast og bæjarfulltrúar sé ekki velmenni heldur geti slegið á létta strengi. Ég með tísarinn í dröðu. Það er búið að senda út ganglabóð þannig að það verður að skuldlista þú færði þetta ekki til þetta þannig að eignarskipar umhverfum þeirra Ég biðst afsökunar og með bæjarfulltrúa gangnabóð hefur verið sendt út
af hálfu landbúnaðarnefndar er tilbúið til útsendingar, þannig að það þarf að hljóta samþykki bæjarstjórnar. Þannig að ég bið eignaskipulag og umhverfisnefnd forláts, þeir geta tekið fundargerðina inn til kynningar ef eitthvað sem þeir vilja sérstaklega taka fyrir og setja það bara inn á dagskrá hjá sér. En við látum fundargerð landbúnaðarnefndar standa hér inni til þess að það ljúki afgreiðslu í dag. Þá göngum við til dagskrár og fyrst eru fundargerðir bæjarráðs 575 og 576. Orðið er laust þær. Eydís Ásmundsdóttir hefur beðið orðið gerð Eydís. Forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hérna yfir nokkur mál í fundargerðum bæjarráðs númer 575 og 576. Það er liður 1.7 í fundargerð 575. Það er samþykkt var að skólamáltíðir barna í skólum Fjarðabyggðar lækki þriðjung frá og með 1. október 2018 og er þetta fyrsti liður inn í 8 gjaldfrjálsum skólamáltíðum hjá Fjarðabyggð. Og þetta mál verður unnið áfram og tekið mið af í fjárhagsáætlun. Tekin verður fjárhagsauki viðauki fyrir kostnaðinum sem er áætlaður það bil 7 milljónir á þessu ári og vísum við því til fjármálastjóra. Og með leyfi forseta að fara inn yfir bókun Fjarðalistans Framsóknar óháður á Miðflokksins sem er eftirfarandi: meirihluti bæjarráðs og fulltrúi Miðflokksins telja það mikið jafnréttismál að Fjarðabyggð bjóði upp á gjaldfrjálsar skólamáltíðir í leik- og grunnskólabarna í Fjarðabyggð. Er þetta fyrsti liðurinn í því. Með því munum við létta undir með barnafjölskyldum ásamt því að standast aðra grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna jafnræði og bann við mismunun. Þar stendur: öll börn skuli njóta réttinda barnasáttmálans án tillit til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, stjórnmálaskoðana, ætternis, fötlunar, félagslegra stöðu eða annarra aðstæðna þeirra eða stöðu eða athafna foreldra þeirra. Og svo í fundargerð 576 þá er það liður 2.1. Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2019. Fjármálastjóri kom inn á fund bæjarráðs og fór yfir drög fjárhagsáætlunar að rammaúthlutun vegna ársins 2019. Fjárhagsramman verður svo úthlutað til nefnda á fundi bæjarráðs 3. september. Lið 2.3. Fasteignagjöld í Fjarðabyggð. Það var framleiður tölvupóstur Gunnar Stefáns Larssonar fasteignagjöld í Fjarðabyggð. þar sem bréfritari lýsti áhyggjum á auknum álögum húseiganda í kjölfar hækkunar fasteignamats. En Þjóðskrá hefur hækkað fasteignamat 2019 sem ákvarðast sölu verðmæti eigna í hverjum byggðakjarna fyrir sig. Fjarðabyggð innheimtir núna fasteignaskatt 0,50% af húsa- og lóðamati íbúðarhúsnæðis. Og það er háð reglum Jöfnunarsjóðs að skattstofnar séu nýttir til fulls til þess að viðandi styrkveitingar fáist úr sjóðunum. Erindi Gunnars, þökkum fyrir það og það verður tekið til umfjöllunar við vinnslu fjárhagsáætlunar. Liður 2.11. Snjallsímanotkun í grunnskólum Fjarðabyggðar. Við vísuðum, bæjarráð tók jákvætt í þá hugmynd að banna snjallsíma í grunnskólum Fjarðabyggðar, að nemendur komið með þá í skólan, en vísaði erindinu aftur til fræðslunefndar og vildum fá skýrari afstöðu gagnvart snjallsímanotkun og jafnframt því að fræðslunefnd myndi móta reglur hvernig framfylgja eigi snjallsímabanni. Og liður 2.26. Eftirlitsmyndavélar í Fjarðabyggð. Bæjarráð lýsti yfir vilja sínum að koma að uppsetningu löggæslumyndavéla við innkomu í sveitarfélagið. Og bæjarstjóra var falið að ræða við lögreglustjóra Austurlands og leggja fyrir bæjarráð tillögu samstarf. En við í landsbyggðinni höfum ekki farið varhluta máli varðar skipulega glæpastarfsemi og hér hefur átt sér stað innbrot og þjófnaður sem erfitt hefur verið uppræta og mikilvægt að við
gerum allt til að standa saman með ríkisvaldinu til að takast á við þennan vanda. En mörg mál sem eru að dagskrá bæjarráðs snúa reglum og samþykktum frá nefndum vegna sameiningar Breiðdalshrepps og Fjarðabyggðar. Segjum máli mínu lokið. Takk. Takk fyrir Eydís. Jens Karl Helgason er beðið orðið. Gerðu svo Jens. Forseti og góði bæjarfulltrúar, ég ætla aðeins að fara yfir nokkur mál sem eru hér á dagskrá bæjarráð 575 og 576. Það er liður 1.4 sem ég langaði aðeins að koma inn á. Þar var bæjarráð að samþykkja viðauka við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir núna yfirstandandi ár cirka 15 milljónir til þess að koma móts við nýja kjarasamninga við kennara grunn-, leik- og tónlistskóla og stjórnendur í tónlistar- og leikskólum og breytingum á samningu við BHM. Þetta eru 15 milljónir en hafa ber í huga að í fjárhagsáætlunni var búið að gera ráð fyrir 3/4 þessar upphæðar sem þýðir það, upphæðan sem við þurfum að borga í kjarasamningana sem þýðir það að heildar upphæðin hækkunin er í rauninni 60 milljónir. Þetta eru 15 milljónir, við gerðum ráð fyrir 3,1% en þetta eru 4,2% og það segir okkur það að það eru einhvers staðar í kringum 60 milljónir pluss mínus sem að eru núna að fara í launahækkanir fyrir eins árs samningin og við erum alltaf að eiga við þetta og ég veit ekki hvað oft ég búin að koma upp hérna upp í pontu síðastliðin ár og fjalla það að þetta gengur ekki þessi ófyrirsjáanleiki í samningum við starfsmenn sveitarfélagsins. Við náttúrulega stærstu hóparnir eru kennarar og leikskólakennarar og tónlistarskólakennarar að það er alltaf verið að semja til eins árs. Þetta er rosalega slæmt í fjárhagsáætlunum og það launaskriðin sem búið að vera núna á bara bæði almennamarkanum og opinbermarkanum að þetta er að verða ansi þungt fyrir sveitarfélögin og vera að gera þessa eins árs samninga að ég hvet núna bara sveitarstjórnar fólk all land að það verður að leggja það ríka áherslu við launanefnd sveitarfélagana að það verða að fara að nást hérna 3 til 4 ára samningar við opinbera starfsmenn og bara á vinnumarkanum en í þessu tilfelli við opinbera starfsmenn að þessir eins árs samningar sem að þýða á hverju ári tugir milljónar hækkanir fyrir sveitarfélagið að þetta er ekki sjálfbært til framtíðar. Það er algjörlega á hreinu. Varðandi skólamáltíðirnar þá ætla ég nú með leyfi forseta að fá að lesa hérna upp bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins varðandi þriðjungslækkun á skólamáltíðunum. Fulltrúi Sjálfstæðisflokks situr hjá við afgreiðslu þessa liðar. Ekki er gert ráð fyrir þessum 7 milljónum í fjárhagsáætlun ársins en þær dekka einungis október til desember á þessu ári. Þó það sé alltaf fagnaðarefni að gjöld og skattar lækki á íbúa sveitarfélagsins þá á meirihlutin eftir að leggja fram fjárhagsáætlun næsta árs og því óljóst hvort viðkomandi aðgerðir verði fjármagnar með skatta- og gjaldahækkunum eða tilfærslu á milli annarra málaflokka. Því mun Sjálfstæðisflokkurinn taka afstöðu til málsins í gerð fjárhagsáætlunar. Það er nefnilega málið að núna erum við að fara inn í fjárhagsáætlun sem að er kannski svolítið snúin að mörgu leyti. Það eru ákveðnar blikur og lofti í efnahagslífi þjóðarinnar. Við þurfum nú ekki annað en að opna blöðin núna hverjum degi til þess að sjá þá erfiðleika sem að herja að risastórum félögum eins og flugfélögunum okkar. Og það er verið að breyta, það er verið að breyta hagvaxtarspám, það er verið að breyta verðbólguspám. Stýrivextir eru óbreyttir í ljósi þeirra stöðu sem uppi er og allir almennir samningar, 400 samningar eru lausir núna áramótin. Það eru miklir, ég myndi segja að það væri ákveðin óvissa í spilunum núna við að gera fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Þess vegna er það líka hlutverk okkar sem erum að stýra þessu sveitarfélagi að þegar að við kannski
sjáum ekki alveg fram á það að við séum að sigla jafnlíknan sjó og við höfum oftir að gera áður í efnahagsumhverfi framundan, að þá verðum við líka stíga til varlega til jarðar þegar að er farið að auka útgjöld sveitarfélagsins. Og ástæðan fyrir því að ég ákvað að sitja hjá í þessari afgreiðslu í fyrsta lagi sú að þetta kemur náttúrulega rauninni ekki inn í tengslum við fjárhagsáætlunina. Þetta núna fyrir október, nóvember og desember sem að þessi þriðjungslækkun þessar 7 milljónir eiga að dekka 3 mánuði og inn á þessu eru sem sagt meiri hlutinn og miðflokkurinn. En það náttúrulega öll umræðan eftir í fjárhagsáætluninni hvernig þessu verður mætt. Verður þessu mætt með gjalda- og skattahækkunum? Þetta millifærsla á fé milli fólks? Verður þessu mætt með því að forgangsraða þannig að það verður þá dregið úr þjónustu eða framkvæmdum? Þetta á allt eftir að ræða og þetta á allt eftir að koma í ljós og þess vegna fannst mér algjörlega ótækt. Mér finnst ekkert að því að gjöld og skattar séu lækkaðar af fólk og Sjálfstæðisflokkurinn nú líklega síðasti flokkurinn í landinu sem var á móti því og hefur nú oft verið þá nú frekar að sjálfstæðismönnum hefur verið legið það á hálsi að vilja lækka skatta á mikið, en það hins vegar algjörlega óútfært hvernig þetta verður gert og ég vil benda á það að það náttúrulega markmið meirihlutans að þetta verði algjörlega frítt og þegar þetta verður algjörlega frítt þá þetta hátt í 90 milljónir á ári. Þannig á 10 árum þetta 900 milljónir til viðbótar sem verið að auka rekstrarútgjöld sveitarfélagsins. Og hvernig verður þessum 900 milljónum mætt? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvernig meirihlutinn ætlar að útfæra það. Þannig að það í rauninni algjörlega ófrágengið og þess vegna verður það að liggja fyrir áður en að nokkur afstöður hægt að taka til þessa máls hendi minnihlutans hjá mér. Ég veit náttúrulega að miðflokkurinn náttúrulega hefur haft uppi stór orð það hvernig þeir ætla að skera niður og hagræða í sveitarfélaginu og geta þá líklega komið meirihlutanum til hjálpar í þeim efnum við að ná þessum peningum þó inn annars staðar heldur en að hækka skatta og gjöld. En þangað til þá ætlum við að sitja hjá við afgreiðslu þessara mála. Af því að það nefnilega, og það kannski tengist líka í rauninni næsta máli sem að ég ætla að tala og það er fasteignagjöldin í Fjarðabyggð sem að tengist í líka að nú búin að vera mikil velta á fasteignamarkaði í Fjarðabyggð. Það búið að vera mikið sölur og húseignir hafa verið að seljast á háum verðum miðað við það sem við þekkjum hér. Og þetta hefur það í för með sér að fasteignamati hér á svæðinu að hækka mjög mikið núna. Það er mikil hækkun á fasteignamatinu og ef heldur áfram sem horfir þá getur það haldið áfram næstu árin. Og ég skil mjög vel áhyggjur bréfritara Gunnars Stefáns Larssonar þar sem að hann talar það hvað fasteignagjöldin að hækka mikið. Fasteignagjöldaprósentan hjá okkur 0,5. Í Reykjavík hún 0,23. Það þýðir það að sá sem á eign í Fjarðabyggð, hann borgar jafn mikið í fasteignagjöld og sá sem á 108 milljón króna hús í Reykjavík. Og þetta þróun sem búin að vera, auðvitað þetta ánægilegt að fasteignaverð sé að hækka. Það ánægilegt að eignir fólks sé að hækka. En ég held, og þetta auðvitað þetta líka pólitík. Þetta pólitík það hvernig þú ætlar að dreifa peningum á milli borgarana. Hvernig þú ætlar að innheimta skatta og hvernig þú ætlar að útdeila þeim aftur. Auðvitað veit ég að það pólitík og þar skilur á milli vinstri og hægri. Hvernig menn vilja gera það. En í mínum huga það samt þannig að þetta gæti verið eitt stærsta mál fyrir okkur að skoða að lækka álagningaprósentuna og ég veit að það hefur í för með sér lækkun á jöfnunarsjónunum, ég gerir mér fyllilega grein fyrir því. En hvað þýðir það fyrir íbúa þessa sveitarfélags ef við förum að lækka álagningaprósentuna á fasteignagjöldunum og hvað munum við missa mikið af jöfnunarsjóðunum en hvað mun sitja eftir í vörsum íbúa sveitarfélagsins? Og þá það eldri borgarar, það rauninni allir sem að borga skatta og ekki síst unga fólkið sem býr í stóru húsnæði og þar stórt húsnæði undir börnin sín.
Þannig að, og það mikið af flestir af þeim sem búi í nýju húsnæði ungt fjölskyldufólk sem að koma sér þakki yfir höfuðið. Þannig að það býr oft á tíðum líka í húsnæði sem mjög hátt metið í fasteignamati. Þannig að hvernig komum við á mótsi við sem flesta? En þetta náttúrulega, spurning sem við þurfum að svara út frá því hvað hægt að gera. En í öðru lagi þetta náttúrulega líka pólitísk spurning upp á það hvernig fólk útdeilir fé. En ég hef aldrei verið áhugamaður það að láta einhvern fá 2 krónur og rukka síðan alla aðra 5 krónur til að láta einhverja nokkra frá 2 krónur. Og ég held að það muni skýrast núna varðandi skólamáltíðirnar hvernig við ætlum að gera þetta og hvernig meirihlutinn ætlar að gera þetta. Skulum orða það þannig. Ég vil sérstaklega fagna þessari tillögu sem ég komið inn í bæjarráði hér núna í vor að hún komin á góðan rekspöl varðandi snjallsímanotkun í grunnskólum Fjarðabyggðar. Það komu 3 umsagnir inn til fræðslunefndar. 2 umsagnir sá ég veit ekki á hvaða stigi síðan 3. umsögnin kom sem kom frá síðan skólastjórum sveitafélagsins, en þegar ég var að skoða það voru bara 2 umsagnir inni sem voru bæði frá persónuverndarfulltrúanum okkar sem og sérfræðingum skólaskrifstofunnar þar sem var mjög vel tekið í þessa tillögur og fekk mjög jákvæð umsögn. Aftur á móti var kannski gætti ákveðins misskilnings í umsögnum skólastjórana. Þar sem að þeir tala að snjallsímar séu ákveðin kennslutæki og svo fram eftir göttunum. Þetta kemur málun ekkert við. Ég trúi því nú ekki að við séum að fara að gera þær kröfur á foreldrana að hvert og eitt barn þurfa að ganga með snjallsíma sem að kostar hátt í 100.000 krónur eða meira til þess að geta notað sem kennslugagn, að það verði skylda. Þannig að ég held að það gæti nú ákveðins misskilnings þar að sjálfsögðu það þannig að ef það á að nota einhver snjalltæki við kennslu þá það eitthvað sem að skólinn skaffar og á. Þessar svokölluðu spjaldtölvur. Nú bara þekki ég ekki hvað skólarnir eru komnir langt í spjaldtölvuvæðingu í kennslu í Fjarðabyggð. Og það bara eitthvað sem verður þá tekið í beinu framhaldi af þessu snjallsíma banni og yrði þá í rauninni bara unnið í samvinnu við skólana hvað þarf og hvar vantar á. Nú veit ég það að það til heilmikið af spjaldtölvum í grunnskólunum. Fyrirtækin hér á svæðinu hafa verið mjög duglegi í það að spjaldtölvu væða marga skólana hérna og þetta bara eitthvað sem við þurfum að vinna með. En ég trúi því ekki að skólastjórnendur eða kennarar gerir kröfum það að börn þurfi að eiga rándýra snjallsíma til að nota sem kennslutæki í skólum. Þetta mál snýst ekkert það. Þetta mál snýst það að taka á þeim vanda sem við blasir núna hjá ungmennum allt og allar rannsóknir þær beinast allar og komast allar að sömu niðurstöðu meir og minna varandi kvíða, þunglindi, félagslega einangrun og fleira og orsakir og annað sem að hlýsta því og stór hluti af þessu þessi snjallsímanotkun eru samfélagsmiðlarnir og hvernig börnin okkar að nota þessi tæki. Og ég held að akkurat á þeim tímapunkti þegar að börnin okkar hafa tækifæri að vera innan önnur börn og geta átt félagsleg samskipti við jafnaldra sína á skólatíma að þá eigi þau ekki að geta farið í snjallsíman. Þau eigi að geta átt eðlileg samskipti við jafnaldra sína eins og maður hefur oft séð, maður hefur gengið skólagangan í frímínútum og það sitja kannski nokkri krakkar saman í sófa og það enginn að tala saman og það allir í snjallsímunum. Það eitthvað óeðlilegt við þetta og við verðum að taka á þessu og ég bara fagna því að við erum að stefni þessa átt. Ég var algjörlega sammála því að senda þetta aftur inn til fræðslunefndar rauninni bara til þess að hnykkja betur á þessu varðandi reglurnar og útfærsluna og við vonandi fáum þetta bara sem fyrstinn aftur inn til okkar og fleira var það ekki. Takk fyrir Jens. Rúnar Már Gunnarsson við beðum orðið. Gerðisson Rúnar. Góðan daginn, bæjarstjóri, forseti og bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara að ræða hérna aðeins, ég ætla nú
kannski svara honum Jenna eða fulltrúa Sjálfstæðisflokksins aðeins um skólamáltíðirnar. Ég skil ekki að hann skuli vera á móti því að börnin skuli fá að borða í skólanum og ég held að það sé nú ekki flókið að redda þessum 7 milljónum á árinu. Það nú marg vitleysan sem er gerð hérna í Fjarðabyggð og við finnum nú þessa peninga þar. Ég ætla nú ekki að vera menn langlokur eins og Jenni því ég er ekki svona mælskur. Ég geta talað ekkert. En hérna, ég fagna þessu bréfi frá honum Gunnari Larsssyni. Það var mjög gott hjá Gunnar að koma þessu fram. Fasteignagjöld í Fjarðabyggð eru há, eins og Jenni sagði áðan, hann talaði að þau væru 0,50 sem er rétt hjá honum og í Reykjavík eru 0,23. Það sem er að gerast er það að við erum með mjög mikið af húsum sem eru lágt metin. Og svo seljast hús hærra og þá hækkar matið mjög mikið. Það er það sem er að gerast. Mörg hús í Fjarðabyggð eru á nálgast að núna að vera komin talsvert yfir fasteignamat. Sem sagt, fasteignamatið er orðið hærri en sölumatið. Og þetta er orðið mjög íþyngjandi hjá mörgum. Þetta ræðst mest á þeir sem eru nýbúnir að byggja og við erum bara að stroka það út að það byggja nokkur í Fjarðabyggð. Vegna þess að við erum að skattpína fólkið með þessu. Við verðum að finna á þessu lausn, hvernig sem við gerum það, hvort sem við lækkum prósentuna. Síðan er mjög óeðlilegt eða ósanngjarnt að það skuli vera fullt af húsum í Fjarðabyggð sem eru allt og lágt metin. Og svo þegar maður ræðir við fólk, það skilur fólk, hvað er það að tala um fasteignagjöld? Ég er ekki borgað neitt. Þetta er bara smottri, 20.000 mánuði. 10.000 mánuði. Þannig ég fagna þessu bréfi mjög mikið og við munum held ég við eftir að ræða þetta oft. Svo er hérna annað mál, það er ESU-nefndin. Hún virðist vera fara langt fram úr sér í ýmsum málum. Við erum að fara að ræða hérna núna vegagerðin við Hesthúsahverfið. Vegagerð í Hesthúsahverfinu hefur hvorki verið samþykkt í bæjarráði né í bæjarstjórn, en það er löngu byrjað á verkinu. Þetta er 3. verkið sem er svona síðan ég kom hér inn og þá er það alveg greinilegt að það eru starfsmenn bæjarins sem er stjórnorðið, við stjórnum engu. Þetta verður ekkert með okkur að gera. Við erum ekki búin að samþykja þetta þarna innfrá. Þetta rugl sem er í gangi þarna. Framkvæmd sem kostar einhverja 16 milljónir en hefðu þurft að kosta kannski 4 til 5 með því að gera bara veg slóða þarna yfir. Það verður að grafa 3 metra niður í jörðina fyrir veg fyrir hérna hestakerrur. Nákvæmlega sama var með hérna grunnfyllinguna í grunnunum út á Eskifirði. Það er líka alveg út úr kú. Eitís er eitthvað að benda mér að ná eitthvað að Nei, það mál er ekki að dagskrá víst. Nei. Ég ætla samt að skjóta hérna einu máli við þessu 3. málinu. Það er hoppidæmið á Norðfirði. Það fór aldrei í gegnum bæjarráð, því síður gegnum bæjarstjórn, en ESA samþykti það og bara þeir rjúka bryða. Settu upp á kolvitlausum stað. Við samþyktum þetta ekki eins og í bæjarráði. Þannig að ég ætla ekki að segja meira í bili, en ég á kannski eftir að koma aftur. Það er rétt eins og kemur fram að menn það séu það sem þeir sem eru á dagskrá sér til umfjöllunar. Orðið er laust fundagerð bæjarráðs, þessar 2 sem hér eru undir. Og hvaðan mér aðeins hljóðs undir þessu fundagerðum og koma hér inn á nokkur atriði sem hafa verið tekið fyrir. Kannski aðeins svona í framhaldi af orðum vina míns Jens Garðars hér áðan skólamáltíðir og hvernig því sé fundin. Það er hárrétt að við förum nú í fjárhagsáætlun vinnu sem taka þessa umræðu eflaust í þessu öðrum. Það er þannig að þau mál sem sett eru undir hverju sinni í pólitískri stefnumörkun bæjarstjórna hverju sinni, þeim er þetta fundin farvegur innan fjárhagsáætlunar. Menn geta haft á því skiptar skoðanir eða pólitískar skoðanir hvað eigi að vera í forgangi þar. Þetta er þetta bara það mat sem hann har lagt að þarna
ætla mér á stað í þessa vegferð að gera skólamáltíðir gjaldfrjálsar, mæta eins og kemur fram því sem kemur fram í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem Ísland hefur lögbundið, en kannski ekki síst að stíga það skref sem ég held að við höfum verið að stíga smá saman, að óháð efnahag séu börn meðhöndluð eins. Og það kemur svo mikið niður á efnahag. Ég hef engar áhyggjur af því að við myndum ekki, við höfum gert það, stigið inn í það á hinu félagslega kerfi okkar, að aðstoða þau börn sem hafa búið við skort eða fátækt. Því að það er alltaf einhvern sem mun búa við skertan efnahag. En með þessu erum við bara að segja, þarna ætlum við að ná þessum jöfnuði. Þetta er nákvæmlega saman þegar við fórum í það að útdeila skólagögnum frítt. Það var mál sem ég fannst vera mjög brýnt og var mjög ánægður þegar bæjarstjórn samþykkti þá tillögu sem flutt var á fjárlagalistanum síðasta kjörtímabili, en hafði verið margrædd inn í bæjarráð. Við erum ákveðin hátt að stíga það að jafna það hvernig börnum er sinnt. Ég vissum það að stór hluti foreldra í Fjarðabyggð gat leyst úr því fjárhagslega hverja að kaupa skólagögn, en þarna sitji allir við sama borð, óháð efnahag, óháð þeim lífsskiljurum sem þau búið við heima og svo framvegis, sem hafa ekki endilega með fjárráð foreldra að gera. Þannig ég held að þetta sé kannski svona grunntaktur. Þetta með vera unnið á næsta árum. Það er alltaf rétt í Jens. Það er ýmsar blikur upp í efnahagslífi þjóðarinnar. Við þurfum að skoða það vel þegar við förum í fjárhagsáætlun. Það er bara svo veruleiki sem við búum alltaf við sveitarfélögin og Íslendingar, og við þurfum að gæta þess mjög og hugsanlega eitthvað af þeim markmiðum sem bæjarstjórn setur ykkur í sinni, hugsanlega þurfa eitthvað að þeim að frestast út af efnahag. En þetta er svo staða sem, þetta er skref sem við byrjum að stíga, síðan munum við skrýga næstu skref. Þetta er það sem á að koma til samþykktar á kjörtímabilinu. Þannig að það er gríðarlega stórt að segja 900 milljónir á 10 árum. Það er stór tala hérna. En það er með svo öll þeirra ákvarðan sem bæjarstjórnir taka hverju sinni. Þær hafa margvendsáhrif um tíman. En það er ekki máli sem við umræðum hér, heldur bara hvernig svo pólitíska sýn sem við hafa. Því ég veit að við erum öll sem betur fer held ég, allavega hér í Fjarðabyggð og stóru Íslandi, sammála það, við viljum búa í samfélagi sem aðstoð þá sem þurfa að halda, og þá greiði þeir sem meira hafa meira til samfélagsins. Ég held að það sé grunntaktur okkar, meiri segja sjálfstæðismanni henni. Ég held nefnilega að undirnefnið eru sjálfstæðismenn þar eins og við öll hinn. Við erum öll bara sama fólkið. Við viljum hjálpa þeim sem minna mega sín og teljum að sé skylda okkar. Og ég ætla ekki að fara að rífast við að hleypa upp með þetta skattkerfi, þetta áhugamál. Það er bara í kosningunni sjálfstæðismenn vilja flýsa niður skattkerfið. Þið hafum bara sitið í fjármálaráðuneytinu með þetta lengst allra flokk á Íslandi, og skattkerfi hefur ekkert flýsjast niður úr ykkar vakt. En við getum rífist það er svona, við getum tekið það bara þess vegna á kosningafundu framtíðarinnar, við bara höfum á því misjöfnum sín og það er allt í lagi. En þannig að ég held að svona undirni auðvitað, og við erum þar, göngum öll saman í takt, og við erum alltaf að hugsa það að samfélagið okkar sé eins og fjölskylda það sem mennum að reyna að líta til með þeim sem einhvern hátt verða undir. En þannig að ég held að þetta sem kannski stóri takturinn því, auðvitað þurfum að fara við það í fjárhagsáætlun. Þegar þetta er orðið komið inn, að þá taka með þær forsendur og gefa sér þær í þeirri vinnu sem framöndan er, og svo vinna fer að hefjast eins og kom fram í máli formanns bæjarráðs að búið er að fjalla um rammana fyrstum, fyrir nú verður þeim úthlutað á næsta fundi bæjarráðs, og þá mun þetta nefndirnar hefja sína vinnu og fara við sín stefnumál sem eru, og við þekkjum þetta, og síðan kemur það til umræðu í bæjarráði hér í bæjarstjórn, og gefast ýmist tækifæri til að fjárhagsáætlun næstu vikur sem betur fer, eðlilega, því að þar náttúrulega líka er stefnumörkun gerð, og það er eðlilega flokkarnir rökræðum það hvað er telja að vera í forgrunni. Aðeins sambandi við erindi Gunnars Larsson, og það sem kannski kom hér fram bæði í máli Jens og Rúnars, og verður eitt af umræðefnum okkar inn í fjárhagsáætlunargerðinni, er svo hækkun sem búið er að boða, sem Þjóðskrá hefur boðað á verðmæti fasteignamatstofns í Fjarðabyggð, sem eru 15% í sumum hverfunum. Þetta er þetta misjafnt eftir hverfum eins og með þekkjum, og þetta byggir á, eins og við komum hér fram, verðmæti þeirra sölu, þeirra húseigna sem verið hefur á síðasta ári. Þegar þeir samningar eru teknir, þá fundið út
hvernig verðmæti stofnsins að hreyfast í sveitafélögum landsins og í hverfum sveitafélagana eins og hjá okkur, það sem við erum þetta með og þetta eftir póstnúmerum. Það misjafnt, það fer alveg upp í 15% hæst hjá okkur og niður ég hef ekki séð ennþá legstu tölu í þeim efnum. Síðan aftur sem við sá í fjölmiðlum daginn, var verið að fjalla þetta á þjóðskrá, að svo eru til sveitafélög sem að fara niður í mínus. Fasteignamatsstofnun að lækka. Það eru sölurnar orðnar lágar. Svolítið á þeim stað sem við vorum fyrir nokkrum árum, því miður. Og það var heldur ekki hvetjandi til húsnæðisbygginga á þeim tíma. Að við vorum með lækkandi fasteignamat. Sú breytingur á ásögunum tölverða aðdraganda hér, þessi hækkun. En það er rétt að við höfum ekki hreyft álagningarstuðla okkar síðustu ár. Við erum að nota 0,5, við megum beita sérstök álag einni út af þeirri stöðu sem sveitarfélagið hefur verið í. Við höfum kosið að fara ekki þangað, við höfum tekið umræðum þetta reglulega. Reykjavíkurborg nota 0,23. En það er mikil einföldun að tala að 100 milljónir eignir í Reykjavík og 50 milljónir eignir í Fjarðabyggð. Við skulum aðeins skoða forsöguna. Reykjavíkurborg hefur ekki glímt við neina sérstaka rýrnun á sínum fasteignamatgjaldastofni gegnum tíðina. Fyrir utan massan og fyrir utan alla þá uppbyggingsmatsistæði Reykjavík sem skilar gríðarlegum tekjum til Reykjavíkur, meðal annars uppbygging og meira með allri stoðþjónustu hins opinbera gegnum tíðina, þá Reykjavíkurborg hefur hún verið með nokkuð stöðu verðmæti í sínum stofni. Á sama tíma hafa minni sveitafélög þurft að nýta sér þennan stofn til þess að mæta meiri sveiflum, dýrari þjónustu að mörgleiti. Mörg svo þjónustu sem við veitum dýrari heldur en svo sem veitir Reykjavík. Það mun alltaf verða í ljósi stærðarinnar, hagkvæmni stærðarinnar. Og það er umræða sem við höfum oft karpað við þá sem sveitarstjórnarmenn, kollega okkar á höfuðborgarsvæðinu, þar sem menn eru jafnvel að reka einn skóla með 600 börnum, meðan við rekum 6 skóla og svo framvegis. Þannig verður þetta til að okkar sveitarfélög nýta sér þennan gjaldastofn. Síðan verður það að hafa í huga að jöfnunarsjóðurinn sem sett var upp á sínum tíma fyrir, mann ekki 40 ár síðan jöfnunarsjóður er settur upp, hann er til að mæta þeim aðstæðum sem verður óhjákvæmilega við rekstur lítilla sveitarfélaga með við stóru sveitarfélaga. Jöfnunarsjóður var settur fyrst og fremst upp með landsbyggðinni í huga. Hann var settur upp til þess að mæta því að það er dreifbyggð, það er dreifsetning þjónustu og svo framvegis, það er fólksfækkun, allt þetta jöfnur inn í útreikning jöfnunarsjóðs. Stundum eigum við sjálfur bara í stórum vandræðum að skilja þessa jöfnu þegar við erum að reikna út framlögin okkar. Þetta er einn af þessum 3 tekjugrunnum okkar stóru, sem eru útsvarstekjur, fasteignagjöld og svo jöfnunarsjóð. Jöfnunarsjóður er gríðarlega stór hjá okkur og svo öðrum sveitarfélögum á landsbyggðinni. Reykjavík, til þess að fá úr jöfnunarsjóði, þá þarft að sýna þú þurft að nýta aðra tekjustofna þeirra. Ef þú nýtir ekki tekjustofna, eins og fasteignagjöld eða eins og útsvar, þá færð þú bara minna útlut á jöfnunarsjóði. Þá ert þú bara að segja, ég þarf minna á því að halda. Eins og staðan er hjá okkur, bæði náttúrulega meðan við erum að fara í gegnum hann skuldastafn sem við höfum verið að fara í gegnum frá hruni og gengur ágætlega og mun nú sjást til lands í 2023-2024. Að því sögðu að lífeyrisskuldbindingar okkar munu aukast eins og gefur að skilja. En það eru ekki hennar hættulegu skuldir eða hennar íþyngjandi skuldir sjálfum sér. Þá þurfum við á því að halda jöfnunarsjóður koma inn. Og það er náttúrulega það mál sem við tökum fyrir hverju sinni og erum að ræðum og munum gera núna. Síðan getum við haft það skoðun og hugsanlega rætt það við jöfnunarsjóð. Af hverju eru fasteignagjöld svona stór liður í módelin ykkar? Af því að við erum svo rúna að koma inn og þetta er einhversið, þetta er fyrir ný hús með háu fasteignamati. Þá er hækkun þetta mikil með þá sem eiga kannski 20-30 ára komin hús með lægra fasteignamati sem ekki að fara í gegnum endurmat. En fólk voru líka að hafa það í huga að hafa lágt mat, að hafa ekki farið í gegnum endurmat getur bitið því að endurmat og fasteignamati fylgir líka endurmat og brunabótamati og brunabótamat ef það er mjög lágt og þú lendir í áföllum það brennur í húsi þá mun það taka með því þegar það er gert við tryggingar. Annars sem verður að hafa í huga með Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg þarf ekki að hafa henni áhyggjur jöfnunarsjóð. Hún hefur ekki haft aðkomu honum fyrir núna á síðustu árum og það bara út af málefnum fatlara. Því að fjármagnið til málefnum fatlara hefur veitt í gegnum jöfnunarsjóð. Þá fekk allt í Reykjavíkurborg þar stjórnarmenn sem var þetta held ég búin að langþráður draumur hjá Reykjavíkurborg því að þeim hefur fundist jöfnunarsjóðurinn svona haft horn í síðu hans. Þeim finnst það mismunun á stöðu sveitarfélagi hefur heyrt allavega ákveðnum borgarfulltrúum í gegnum tíðina. En þau eru ekki að horfa á það.
þar af leiðandi hafa þau geta gengið úr þessari prósentölu af því að verðmæti þess fasteignastofns hefur verið stöðugt, það eru nýbyggingar og það er hækkandi fasteignaverðar, hefur verið allavega síðustu ár og við þekkjum þá, það er bara eðli borga, fasteignaverð er hækkandi, allavega enn sem komið á Vesturlöndum. Þannig að við þurfum að setja þetta allt saman þetta, ég veit þá, við þurfum að eiga það umræðu. Það er rétt að þetta kemur til er íþyngjandi fyrir eldra fólk, tekilagt fólk. Þá er það spurning, viljum við nálgast það líka á einhvern annan hátt? Viljum við nálgast það með að hækka þau afsláttarkjör sem við gefum? Við gefum nú þegar afslátt af fasteignagjöldum eldri borga og öryrkja. Við getum hækkað þann afslátt og mætt því þá og einfalda því fólki. Við getum mætt vandamálum, við getum mætt þessu íþyngjandi hjá barnafjölskyldum ymmit með eins og gjaldfrelsi skólamáltíða eða lækkandi leikskólagjöldum. Við þurfum að velta fyrir hvernig viljum við nálgast það. Og síðan þurfum við líka að horfa á þann hóp sem hefur byggt, ungt fólk sem hefur byggt og er með íþyngjandi. Þetta er bara jafnan sem við förum í og ég held að það sé mjög gott að tökum sumra einu sinni. Við höfum tekið hann áður, við höfum svolítið strandað, við höfum reynt að gera breytingar á innri samsetningu fasteignagjalda sem hefur svo komið ekki nógu vel út fyrir aðra liði tekjustofn okkar eða semst aðra liði fjárhans okkar. Lækkandi lóðalega tíms, lækka verðmæti lóðaleguna, það lækkar eigi fyrir bæjarsjóðs. Þannig að þetta er bara verkefni sem við heldur tökast á við núna og skoðum og sjáum hvernig við munum nálgast. En þetta er þörf og góð umræða. Og það er rétt, það er ekki bara að sé boðaður þessi 15% hækkun núna, það er boðuð önnur hækkun í lok ársins 2019. Hún er ekki vita hvað hún er. En hún geti verið hugsanlega svo sama ef ekki verður einhver niðursveifla á fasteignamarkaði hjá okkur. Þannig að þetta er bara svona inn í þetta, en ég held að sé svona ekki annað nema ég vil, og það kemur fram sem Rúnar kom inn á í sambandi við hér vinnuna inn við Kollreiðarfirði sem er rétt að þegar er gengið frá samningum eftir í kjölfar útboðaða verkanna það ánáttúrulega að hafa lokið meðferðinni alla leið hér innanhús á að fara í gegnum það bæjarráð sem er fjárhagslega og síðan bæjarstjórn samþykkt. Þá má skrifa til samninga og ganga til verka. Á því er sannlega misbrestur núna og þess að fólum bæjarstjórn að fara yfir það og með starfsmönnum að þó að kappið sé mikið og það er oft á sumrin sem kappið mikið þegar það er stuttur tíma og erfitt á verktaka. Sérstaklega núna upp á síðkastið að býða okkur mörg verk sem er að vilja sjá vera komið lengra komin eins og það sem tengist Breiðdalsvík með eða Breiðdal í tengslum inn með uppbygginguna að þá þurfum við samt að gæta þessu og þetta er rétt og þetta er ekki og við þurfum að taka þetta hér aftur og einu svo enn til umræðu og föstum tökum innanhús. Við verðum að temja okkur það. Ef við förum ekki sjálfa reglunum þá getum við ekki ætlast til að aðri fara eftir reglunum. Þannig að ég tek undir það og Karl mun taka það fyrir núna. Fleira vil ég ekki segja hér. Takk fyrir Einar Már. Við beðum hann ekki eins og Einar Már. Forseti, örfá atriði sem ég vildi koma inn á. Ég ætla að byrja bara á því sem að Jón Björn endað á. Tek undir það að þarna hefur orðið misbrestur á en það er ákveðin misskilningur hjá Rúnari að það sé ESU-nefndin sem er að fara fram úr sér. Þetta þarf að byrja þar og samþykkjast þar og síðan fer þetta eðlilega leið í gegnum kerfið. Hins vegar er það augljóst mál að framkvæmdin sem að hann nefnir hefur ekki farið alveg eftir paragrafinu. Það virðist eins og það hefur verið byrjað leið og ESU-nefndin var búin en það er að sjálfsögðu ekki eðlileg framvinda og ég veit ekki betur en það sé ekki búið að skrifa undir samningana þannig að það er þetta merkilegt að verktakinn fari í gang áður en að fær undirritaðan samning sem slíkt en væntanlega er þetta eins og Jón Björn kom inn á og það mönnum liggur mikið á að nýta sumari til alls konar hluta en þetta er hlutur sem að bæjarstjórinn fengi til bara að fara yfir og ég tek alveg undir það þetta er ekki eins og það á að vera þó að það geti tekið út af tíma að fara í gegnum kerfið þá verður það auðvitað bara að vera þannig að málin séu komin á stað nógu snemma til þess að það nái saman. Aðeins varðandi fasteignamálin eða fasteignamatið og það sem því tengist ég þarf nú ekki neinu við það að bæta sem Jón Björn fór yfir þar það er aðeins spurningin fasteignamatið sjálft sem við þurfum kannski aðeins að velta fyrir okkur og ég trúi því að bæjarráðið sem er með þetta með höndlunar kanni þá hlið málsins sem er endurmats þátturinn sem að getur vel verið að við þurfum að fara í einhverjum
einhverju mæli og einhver staðar eða hvort það er hægt að fá það inn. Ég bara mann þetta ekki nógu vel, þannig að menn þurfa bara að skoða þetta hvort að það sé betra. Ég tek undir hins vegar með Jóni Birni með það, ég vara mjög við því að menn fari blind í það bara að lækka prósentuna og fá þá minkandi framlög úr jöfnunarsjóði, vegna þess að ég held að það sé alveg ljóst að við þurfum að ná í hverja einustu krónu sem við getum fengið úr jöfnunarsjóði, bara vegna þess að við þurfum á því að halda. Það er skemmtilegt þetta dæmi sem að Jens Garðar tók. Ég hafði svolítið gaman að því að hann tekur dæmi álagningarstuðlinn hér sem var ákveðin í hans meirihluta og fer svo til Reykjavíkur, þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hefur nú ekki verið völd síðust árin og ber það saman og ræðir svo það að Sjálfstæðisflokkurinn eðlilega vilji hafa gjöldin sem allra minnst. Þetta er svona skemmtilegt hvað ver saman orð og æði, en það er þetta hárrétt hjá Jóni Birni að það er nú svolítið annað þegar að menn eru í kosningaham eða í minnihluta, þá er svona eins og menn breyti svolítið ham og verði einhverjir aðrir en áður, en það er hluta leiknum og við tökum því bara eins og það er. Það sem Jens Garðar kom inn á varðandi kjarasamninga, það er athyglisverð umræða og við höfum nú stundum fjallað þau mál hérna. Ég vil nú byrja á því að segja að ég held að starfsfólk sveitafélagsins sé ekki ofalið í launum og það hafa tölur sýnt að starfsmenn sveitafélaga eru með tekjulægstu hópum samfélagsins. Þannig að ítrekað hefur það komið í ljós að af opinberum starfsmönnum eru það starfsmenn sveitafélagana sem eru lægstir og það hefur meiri sé gerst í seinni tíð í þróuninni að starfsmenn sveitafélaga eru undir almennamarkaðnum. Þannig að þeir hafa því með verið lægstu, þannig að ég held að það þurfi nú að gera bragarbót á því. Hins vegar teki algjörlega undir það að það gengur ekki að það sé átt að vera að gera árssamninga. Það er auðvitað algjörlega óþólandi. Það þarf auðvitað að gera samninga til lengri tíma með það að markmiðum að rétta hlut starfsfólks sveitafélaga, þannig að við séum ekki bara sambarileg, heldur vil ég nú hafa það þannig að við ættum að vera frekar aðdráttarafl, skiljiði, til að fá fólk í vinnu heldur en hitt að við séum með launin þannig að fólk sé bara í vinnu hjá okkur þannig til að fær betur launastörf. Þannig að þetta þarf að skoða, en ég tek algjörlega undir það með Jens Garðari að það er óþólandi að það þurfa að gera kjarasamninga hverju einasta ári til 1 árs í senn. Það er ekki alveg þannig að það séu allir starfsmenn skólana sem er á þessu 1 árs samningum. Ég er nýbúin að yfirgefa þá stétt innan skólana sem að gerði 3 eða 4 ára samning síðast og hefur þar landi ekki breyst eins og aðrir og það er ekki laust fyrir, ég held að sé á næsta ári, líklega leið og þessir 1 árs samningar sem er búin að vera allt og algengir. Síðan er það aðeins snjalltækin. Ég held að við eigum að varast það að ræða svona þröngt hlutin að vera bara að tala snjallsíma. Þessi tæki eru öll meira og minna orðin miklu meira. Snjallsími er miklu meira, það er tölvi í honum og það er myndavél og ég veit ekki hvað og hvað. Ég held að stóra verkefni það séu þetta að snjalltækja væða skólana. Þannig að það sé svipað eins og menn hafa talað námsgögnin, þetta sé hluta námsgögnunum sem þurfa að vera til staðar í skólanum og þá held ég að þetta mál leysist meira og minna sjálfu sér. Mér finnst það mjög mikilvægt eins og að þetta fari saman. Það sé ekki þannig að það verði bara eitt stykki bann. Ég hef aldrei verið mikill bannhyggjumaður en ég heyr að Jens Garðar er kominn þar fremstur í flokki og telur að öll mál leysist með bönnum, þannig að ég býst nú við að það verða fleiri sviðum heldur en þessu sem hann fara að tala fyrir banni og hinn og þessu, býð bara eftir því hvað verður næst. Ég hef yfirleitt talið það vera miklu réttar að það væri að þjálfa fólk og fræða í hlutunum og ég hef svolítið áhyggjur af því að við höfum ekki staðið okkur kannski nægilega vel í því í skólunum að uppfræða börnin þessi tæki og hvernig við höfum umgangast þau. Þess vegna er það mjög jákvætt þegar það er notað í kennslu og þess vegna finnst mér mikilvægt eins og ég sagði áðan að snjalltækjavæða skólana og þetta sé gert samhliða þessar breytingar vegna þess að ef við ætlum bara til dæmis í dag að segja nú bönnum við allt þetta þá varum við að segja við þá kennara sem hafa verið að þróa sig hvað lengst í því að nýta þessi tæki nei, nú skulum þið bara bíða og gera hlé á þessari framþróun ykkar og við sjáum svo bara til hvenær þið megi fara í gang aftur. Það er auðvitað alls ekki verið þannig því að þetta er hlut af nútímanum
og það er hluti af verkefnum skólana að kenna nemendum að fara með þessi tæki og nýta þau vegna þess að það er svo sannarlega hægt að nýta til góðs, en því miður eru á þeim skuggahliðar sem þarf að varast og við þurfum að finna bestu leiðina til þess. Og mér finnst það skynsamlegt sem að lagt hefur verið upp í fræðslunefndinni að það sé stemt að því að snjallvæða skólana. Ég held að það sé eftir að gera það hugsanlega í einhverjum áföngum. Það þarf auðvitað að byrja á því svona bara ef maður tekur með því sem maður þekkir hvað er mest þörfin fyrir þetta, þá væri það unglingastíð, að það væri alveg orðið kristaltært að þar væri nægjanlega mikið af þessum tækjum og væri hægt að nýta þau og síðan væri hægt að taka hitt kannski næsta áfanga. En það sem er auðvitað næst og við ræðum þetta betur vantilega þegar þetta er komið tilbaka, því að þetta fór aftur til fræðslunefndar, það sem það þarf auðvitað líka átt að segja á hvað mun þetta kosta og það er síðan hluti af fjárhagsáætlunarvinnunni eins og ætíð þegar maður tengist auðvitað forgangsröðunni, hvernig við viljum forgangsraða. Og bara svona til þess að minna Janskar aðeins á það, ef það farið eitthvað fram hjá honum, að það er hluti af megin stefnu þess meirihluta sem nú er. Það er að sinna börnum og fjölskyldum, þannig að það er áhersluatriði sem skipta þar máli og þar eru skólamáltíðirnar hluti af. Takk fyrir Einar Már. Janskar Helgason við mórið. Já, forseti, þetta er nú búið að vera athyglisverð yfirferð hérna hjá þeim 3 félögum. Fyrst hérna málefnuleg yfirferð hjá honum Rúnari og síðan svona föðuleg og prestleg yfirferð og hugvekja forseta bæjarstjórnar og svo klikkir Einar Már út með hérna því eins og alltaf að gera mér upp skoðanir og leggja mér orð í munn, en það er nú ekkert nýtt og ég ger ekki ráð fyrir að það muni breytast í framtíðinni. Og ég ætlaði nú bara að koma hér og tala um eitt mál en það virðist nú vera svona sitt lítið af hverju sem ég þurfi aðeins að hnykkja hérna. Varðandi fasteignagjöldin, þá velti ég því fyrir mér hvort að hér séu fulltrúar fulltrúar meiri hlutans og miðflokkurinn búnir að finna ákveðna hólu. Það ætla að fara hér núna hús úr húsi og endurmeta fasteignir í ljósi nýs fasteignamats til þess að hækka fasteignagjöldin á þá sem að eru ekki með endurmat eða eru ekki með að þeirra mati, að mati meirihluta sem er rétt fasteignamat, og það er að leiðandi að hækka tekjurnar, af því að á tali þeirra hér að þá mun ekki koma til greina að lækka stuðlinn. Þannig að þetta er bara til þess að hækka gjöldin á íbúana með að fara hér hús úr húsi og fara að hækka endurmatið. Og þegar að ég var að tala um Reykjavík, þá er það nú bara rauninni að því að ég nefndi Reykjavík, það er bara því í umræðinni hér í bæjaráði og hérna hjá okkur, þá hefur oft verið talað um Reykjavík. Og akkurat þegar við vorum að ræða þetta í bæjaráðinu, þá kemur það upp úr dúrnum að það er 0,23 Reykjavík og þess vegna nefni það þar. Það er fátt sem er til fyrirmyndar í Reykjavík, get ég sagt ykkur. Og ég held að menn þurfi ekki annað en að opna blöðin til að sjá ástandið í leikskólunum og skólasélunum og annað eftir því til þess að átta sig á því að það er nú ekki fyrirmyndar rekstur Reykjavík og það er ekki sveitafélag sem ég tek mér til fyrirmyndar varðandi rekstur. Þannig að varðandi fasteignagjöldin þá held ég að meirihlutin pluss miðflokkurinn sem er búin að finna hér jafnvel nýja tekjuleið það að hækka stórkostlega álögurnar á íbúana með að fara hér hús og húsi og reyna að hækka fasteignamatið á eignum fólksins hérna. En fólki getur líka verið fullvissað að það kemur ekki til greina að lækka fasteignagjald af stuðulinn. En þetta er nefnilega þessi pólitíska umræða sem á sér stað. Þrátt fyrir föðulega yfirferð forseta bæjarstjórnar hérna sögu skattahækkana og skattalækkana, að þá er það nú bara þannig að ég trúi því, og þetta er bara munurinn á hægri og vinstri mönnum, ég trúi því að ég treysti betur fólkið sem fara með sitt sjálfsafla fé heldur en einhverjum pólitíkusum, hvort sem það er ég eða aðrir sem sitja hér inni eða aðrir pólitíkusar hvar sem þeir eru. Þess vegna vill ég reyna með fremsta megni og sem mögulegt er að seila sem grynnst í vasa fólks en ekki sem dýst í vasa fólks og ætla svo að hafa vita á því hvað fólkið þarf að fá. Í prinsipinu velti ég fyrir mér, nú erum við að greiða niður skólamáltíðir 40%, Pálín er ekki rétt, 40% sem að niðurgreiðsla sveitafélagsins er.
Foreldrar hafa borgað 60% af máltíðinni, eða það er annarkvort, 40-60. Og nú á að fara í það að fara alla leið í þessu máli. Og sko að því að við erum ekki bara að tala núna, við erum að horfa til framtíðar. Það eru 2 mál sem hafa verið undir núna hjá meirihlutanum. Reyndar nú sprettan búin, þannig að við þurfum nú ekki að búast í miklum útgjöldum varðandi slátt eldri borgara. En þar ger ég ráð fyrir að liggja einhverja 7-10 milljónir í útgjöldum. Þegar þetta verður komið í framkvæmd á kjörtímabilinu, fullar skólamáltíð niðurgreiðsla, þá það 90 milljónir. Þá það 100 milljónir í bara þessu 2 mál. Ef að verðbólgan fer úr böndum núna á kjörtímabilinu, þá munu afborganir á lánum ekki standa undir því að halda lánunum okkar á þeim stað sem þau eru. Afborganir okkar munu jafnvel bara vera þess að halda sjó, jafnvel munu lánin hækka þrátt fyrir afborganir. Og það hefur verið svo áhersla að reyna að greiða lánin sem hraðast niður til þess að forðast það er ekki alltaf á Íslandi, og bara þjóðhagssagan hefur sýnt okkur það er ekki alltaf á Íslandi 2,1% verðbólga. Við getum fengið þessi verðbólguskot sem að hækka lánin okkar þá sem því nemur. Og hér stórkostlegar útgjaldahækkanir að ræða, og ég náttúrulega nenni ekki eins og svara því að ég vil ekki greiða niður skólamáltíðir og sé á móti börnum, ég veit ekki hvað verið að tala hérna. Málið bara, við náttúrulega búum í samfélagi þar sem hæstar meðaltekjur á landinu. Það hæsta atvinnustig á landinu. Og þetta snýst náttúrulega það, hvað ætlar að draga línunni því, hvað þú ætlar að seilast djúpt í vasa fólks til þess að greiða síðan eitthvað annað niður. Hvað ætlum við að hækka gjöldin mikið, hvað ætlum við að hækka skattana mikið, og ef það á að forgangsraða, hvar á þá að forgangsraða? Já, ekki verður það gert í fræðslumálunum. Svo mikið hef ég nú lært þessi síðastliðin 8 ár að það er nú ekki mikið hægt að hagræða í fræðslumálunum. Og menn geta kalt að hagræðingu eða forgangsröðin í fræðslumálunum, það er alveg einn og sami hluturinn. Ég veit ekki alveg hvernig þetta er að forgangsraði í fræðslumálum. Þannig að ég velti því fyrir mér, hvar verður þetta tekið? Verður þetta tekið af framkvæmdum? Á hafnarsjóðurinn að borga þetta með láni úr hafnarsjóði? Hvar verður þetta tekið? Hvar verður þessu forgangsraðað? Það er stóra spurningin. Og það er ekki hægt að ætla til þess að fólk komi með svona tillögu og að við munum bara samþykja það á þess að vita nokkuð hvernig þetta verður gert. Nokkuð. Og hvað verður næst? Hvar mun barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna bera niður næst í samfélagi okkar hér í Fjarðabyggð sem að skattgreiðendur þurfa að fara að borga fyrir? Ég bara velti því fyrir mér. Þetta kostar ótrúlega peninga. Þetta er bara fyrsta skrefið og við vitum hvað þetta endar í lok kjörtímabilsins. Og við þurfum að huga að því og við vitum ekki hvernig næstu 4 ár verða. Og það er kannski smá munur að bera saman skólamáltíðir sem að þegar til kastana verður komið eru 90 milljónir á ári eða borga skólagögn sem að ég mig minnir að séu undir 4-5 milljónum á ári. Það er svolítið stór munur þar á. Enda samþyktu við það líka því að það var ekki stórkostlega aðgerð að ræða varðandi rekstrar útgjöld sveitarfélagsins. Varðandi launin, þá það nú þannig að, og ég tala nú ekki gamall og góður sósíaldemókrati eins og Einar Már, jafnaðar maður sem hefur nú mikinn áhuga á því að horfa til vina sinna og félaga í Svíþjóð, að þá það nú þannig að Svíjarnir og reyndar Svíjar og Norðmenn og Finnar, að í skandinaviska módelinu þegar það er verið að semjum laun, að þá það þannig að fyrst samið við almenna markaðin. Það er almenni markaðurinn sem semur fyrst. Að því það er almenni markaðurinn sem gefur línunum það hvað hægt að borga opinberu starfsmönnum í laun. Það nefnilega þannig að það framleiði þjóðarinnar. Það er hérna árangur hins almenna markaðar sem segir til það hvað sé hægt að setja í samneysluna og hvað hægt að borga opinberu starfsmönnum í laun. Og það þannig að það er almenni markaðarinn sem setur línunum það hvað síðan opinberu starfsmenn fá í laun. Hér hefur þetta verið þvers og kruss, hægri og vinstri. Þetta með allt öðrum hætti, en það líka það eru skattar almenna markaðarins, það eru skattar okkar sem erum á almenna markaðnum sem borgar laun hinn á opinberu starfsmanna.
og ef að framleiðnin gefur ekki hérna tilefni til þess að hækka laun nema sem nemur einhverju x%, þá ekki að hækka opinbera starfsmenn langt út frá því. Og það nú bara þannig að ég held ég fari rétt með þessar tölur að 7% af almennamarkanum með miljónu yfir, 13% af opinberum starfsmönnum með miljónu yfir. Og ég ekkert að segja það að laun starfsmanna sveitafélagsins séu há, en það samt ekki hægt fyrir okkur sveitarstjórnarmenn að það fá hér inn á nokkra mánaða fresti 20 milljóna hækkanir og við getum ekki með neinum hætti gert ráð fyrir þessu. Við erum að einhvern veginn að slumpa á þetta, eins og núna bætast við 15 milljónir að því við gerðum bara ráð fyrir 45, bætast við 15 milljónir. Þetta á hverju ári deilur og hérna, eða ekki deilur, eða verið að semja og jafnvel 9 mánaða samningar. Og alltaf samningarnefnd sveitafélagann einhvern veginn og samningarnefndindar að svona fleita vandanum áfram í staðin fyrir að taka bara alvöru samning og klára þetta í eitt skipti fyrir öll, þannig að menn komið inn í einhvern farveg, þetta sé ekki endalaust í farvegi átaka, skammtímalausna, eingreiðsla og hvað sem í gangi. Þetta verður að komast einhver hérna niðurstað í þetta. Og ég hef nú nefnt það hér í pontun áður að ég hef nú líka eins og gengur ekki eins og í Skandinavíu, og þá það nú þannig og það held ég að eitthvað sem og hefur verið rætt að í Skandinavíu það þannig að samninganefndir koma saman, þær ná samkomulagi og við það situr. Það ekki verið að senda samningana út í kosmosið til þess að láta hérna samfélagsmiðlana og aðra tæta þetta í sig og láta þetta fara út og suður, fella samninga, trekk. Stór viðskipti fyrir almannatengsla fyrirtækin að standa í þessari baráttu. Það bara samninganefndir sem semja og svo bara þegar þú kemur til vinnu næstu mánaðamót þá bara launin búin að hækka. Í staðin fyrir að senda þetta út í atkvæðagreiðslur fram og tilbaka með tilheyrandi látum og óstöðuleika í samfélaginu. Takk. Takk fyrir Jens. Eydís Ásbjörnsdóttir beðið máli gera svo leiðis. Forseti, ég ætla að taka hana til málsundi lið 1.7 í fundagerð bæjarráðsnúmer 575. Gjaldfrjálsar skólamáltíðir, það snýst að börnum sé ekki mismunað eftir efnahag foreldra. Við höfum horft til Finnlands og þar var tekið á málum barna með góðum árangri og það var meðal annars með gjaldfrjálsum skólamáltíðum, með gjaldfrjálsum námsgögnum og skólafatnaði. Árangurinn betri líðan og bættur námsárangur. Við í meirihlutanum og miðflokkurinn við erum ekki að finna upp hjólið í þessum efnum. En ég ætla að taka boltan frá Rúnari þar sem hann opnaði umræðun húsgrunnana. En það pólitísk ákvörðun að hafa gjaldfrjálsar skólamáltíðir alveg eins og það pólitísk ákvörðun að taka 16 milljónir til að fylla upp í húsgrunna rétt fyrir kosningar. Takk fyrir Eydís. Rúnar Gunnarsson við beðum orðið. Gerðu svo Rúnar. Forseti, ég hef greinlega ekki talað nógu skýrt hér áðan fasteignagjöldin fyrir Jens Garðar, hann hefur ekki alveg skilið mig. Ég mér verið fyrsti maður til þess að samþykja það að finna lausn á lækkun fasteignagjalda. Ef það verður erfitt fyrir okkur að lækka fasteignagjöldin vegna mótframlaga, þá finnum við bara eitthvað aðra lausn á því. Við erum hérna með nokkur önnur gjöld inn í og við verðum þá bara að lækka þau, hvaða nöfnum sem við köllum þau, sorphirðugjald eða vaskatta og eitthvað svona. Við verðum þá bara að lækka þá prósentu, við erum líka í toppnum í því. Við erum hærri en öll önnur sveitarfélög í þeim gjöldum. Það alveg sama hvaðan peningur í kemur. Ef fólki bara borgar minna. Af því að þau gjöld telja ekki í hérna mótframleginu. Þannig að við förum bara í það. Þannig vinskilningur hefur enn að ég hafi ekki viljað lækka fasteignagjöldin. Ég ætla bara enn að klikka á þessu með skólamáltíðina sko. Að
þó Jens Garðar tala að þetta séu stóru upphæðir alls svona, þá eru þetta smá aurar. Sko 90 milljónir fyrir mér eru bara aurar. Sko við erum að veltum við síðasta ári rúmum 7 milljörðum. Við ætlum að velta á þessum ári 7,6 milljörðum. Þannig að það eru 600 milljónir, við þurfum bara að halda sjó í henni. Það snýst lífið, það bara að halda sjó og þá erum við konar með einhverja 600 milljónir í viðbót og ég hef auðvitað verið þeirra skoðunar, við eigum að fækka fólki og skera niður og þess og þar og við gerum það fyrir þessi 90 milljónir. En fyrir fólkið eru þetta miklu peningar. Barnafólkið eru þetta miklu peningar, þetta kemur meir sér á móti fasteignagjalda hækkununum, þá kemur þetta aðeins á móti, nema hjá mér sem er svona gamall, ekki með börn í skóla. Takk. Takk fyrir Rúnar, ég ætla að fá að kveða mér örstutt hljóð sér, kannski svona í ljósi þess að fá aðeins að fara yfir það sem vinur mig Jens Garðar sagði hér áðan og talaði föðurlegar, prestlegar áminningar. Ég held þú samt því miður, þó ég hef reynt að fara þá leið, þá náður ekki að hlusta á nema helmingina þess sem ég sagði. Því að þú komst þér upp og rangfærðir helmingin. Aðeins að hafa í huga, og það sem ég sagði áðan, hér var ekki verið að útfæra einhverja leiðir, hér er í gengið hús úr hús eins og svona einhver svona upprópunar stíl eins og var hér áðan. Það var sagt, við ætlum að setjast niður, þurfum að skoða þetta. Eins og við höfum gert á hverju einasta ári. Og það er ágætt fyrir bæjarfulltrúa hér inni sem hafa setið lengur í það, að hafa það í huga. Og þetta er ekki ný umræða. Og þessi stöðlar eru ekki nýir. Þeir hafa verið notaðir að því ég best veit, nokkurn veginn frá upphæði Fjarðabyggðar eins og annars staðar á landsbyggðinni. Að því að menn er að mæta þeim rekstrarkostnaði sem er sveitafélaga sannarlega á landsbyggðinni og hann er meiri heldur en á höfuðborgarsvæðinu. En að því að stofnun okkar hefur sveiflast og eins og svo víðutanland hefur sveiflast líka. Þess vegna tökum við þá umræðu. Það er ekki að boða það hér og að standa hér núna og lofa lækkunum bara svona blind. Bara lækka stuðluna. Og gleyma því þessum mótframum sem binda þeim þetta ekki ábyrgt. Og það er ekki ábyrgt. Þess að taka með það umræðu inn í fjárhagsvaldana ferli og það er það sem boðað var hér. Af því að það er sannlega tekjumál og það er tekjumál á jöfnunarsjóðurinn. Hvort sem menn eru hvaða skoðun sem menn hafa skattgerða eða skilgreina svo henni pólitíska litrófi hverju sinni, þá er það bara þannig að við byggjum okkar aðkoma á eins og önnur bara eins og fyrirtæki. Við þurfum að hafa tekjustreymi til að standa við þjónustu sem við ætlum að veita og við erum í samkeppni. Við erum í samkeppni fólk og það verður svo samkeppni alltaf erfiðar og erfiðari. Það er það sem við höfum rætt til mörgum sinnum. Einu svona samkeppni bara milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis. Nú er bara samkeppni bara heim. Ungt fólk í dag, það er ekkert að velta fyrir sig hvort á að setja stað á landsbyggðinni eða Reykjavík. Nú er þetta bara valið á milli Evrópu, það þekkjum öll Evrópu, Bandaríkjana eða bara hver sem er. Heimurinn er á hann svo lítill. Þannig að við erum að kleppa við miklu stærri markað sem kallar á nýjar hugsanir og þetta erum öll sammálum og meðal annars hvað þjónustu fólk fær. Og það er ekkert verðlagt lengur bara í því að þú gast fengið hús, vinnu, skóla. Fólk horfir bara allt annað og miklu meira. Og hugsanlega þurfum við að mæta því. Og svo því sé til haga haldið að við getum haft ýmsar skoðanir á alþjóðasamningum en það er bara búið að löggilda þennan alþjóðasamning sem þú talaði svona hvar hann myndi ljúka. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var bara fullgiltur hjá íslensku ríkisstjórninni og hann er í gildi á Íslandi og þá förum við eftir honum. Það er bara þannig. Þannig að hafa það er líka ágætt að hafa það í huga þó menn hafi einhver ýmsar skoðanir á því hvort að það sé rétt eða rangir samningar þá er búið að gera þá samninga á alþjóðagrundvelli. Það vil ekki segja. Einar Már hefur gert veðmáli gerðsverðar. Ég vek athygli á þá held ég að við séum öll búin að fullnýta tvisvar sinnum. Forseti, ég mun taka sérstakt tillit til þess í ræðuminni að Jens Garðar hefur talast í dauðan eins og sagt er. Má ekki taka til máls aftur þannig að ég mun að sjálfsögðu gæta ítrustu hófsemi í málflutningi mínum. Aðeins bara að leiðrétta, ég held að hafi nú ekki verið endilega þannig að Jens Garðar hafi meint það heldur kannski bara því að hérna hann var komin á svolítið flug.
Það að sjálfsögðu munur á því að forgangsraða eða hagræða, það hins vegar hægt að gera hvoru tveggja. Þú getur forgangsraða til dæmis í þágu menntunar en hagrætt á ýmsum öðrum sviðum. Þannig að það sé samansemmerki á milli auðvitað ekki rétt. Síðan tók hann dæmi sem var ágætt opinbera starfsmenn og svo einkageirann, en þá var hann með opinbera starfsmenn allir í einum potti. Það sem farið að gera núna og Hagstofan hefur gert núna í nokkur ár, það að skipta þessum hópi í tvennt, það að segja starfsmenn sveitafélag og svo ríkisstarfsmenn. Og því miður þá kemur í ljós að það er hallað á starfsmenn sveitafélagana, hugsanlega vegna þess að menn hafa tekið þetta í einum potti og það þarf að leiðrétta það. Varandi skandinaviska mótilið, ég get alveg tekið undir mig Janskarði, ég held að það sé mjög til fyrirmyndar, en vandinn við það að koma því á er það við hvað á að miða í upphafi. Og það hefur náttúrulega verið slagurinn, það var hins vegar samkomulag það á milli aðila vinnumarkaðarins að til dæmis kennarar ættu inn í ákveðna leiðréttingu, svo var hún gerð, það dugði samt sem ekki áður til því að þá kom einhver aðrir hópar og þetta er auðvitað einhvert samtal sem þarf að fara fram þannig að það náist niðurstaða og ég er alveg sammála honum í því að ég held að það sé einhver slíkt módel sem við þurfum að stefna á. Aðeins svona, að því að það er svona skemmtilegt orðalag sem Jens Garðar hefur notað okkur sinnum, borga sem hraðast niður skuldir og það hafi verið gert. Það er margt rétt í því sko, en það er svona með þessu orðalagi að gefa því skyn að það hafi verið borgað einhver hraða niður heldur en svona kjörlánan gerður ráð fyrir, sem ekki hefur verið, heldur að menn bara staði við, sem er alltið besta mál, en svona það er óþarf að gefa í skyn að það hafi verið einhver hraðar heldur en það. Þannig að menn hafa bara haldið í horfinu og sem er auðvitað besta mál og ég gerir nú ráð fyrir að svo verði áfram. Aðeins sko varðandi þetta þegar að menn horfa svona þröngt á hlutina eins og skólamáltíðirnar. Sko við erum að vinna því núna að við viljum að samfélagið okkar verði barnvænt samfélag. Fjölskyldufólk muni horfa til okkar það er gott fyrir fjölskyldufólk að búa í Fjarðabyggð og þá er ég alveg klár á því ef að það verður umræðan okkar samfélag þá mun fjölga hjá okkur. Þá mun fleiri hausar borga í bæjarsjóðin, þá mun fjárhagur okkar vænkast líka vegna þess að það, ef við bara skerum og gerum ekkert annað og horfum ekkert til framtíðar, þá held ég að við séum að grafa okkur eigin gröf og það þurfum við að varast, við þurfum að horfa til framtíðar, örlítla bjartsýni. Ég held að Jens vinur minn væri bjartsýnn maður, var það nú almennt hér á síðasta kjörtíðanbili, nú sýnist mér eitthvað svartnætt yfir honum, þannig að við þurfum bara að hjálpast að við það að koma bjartsýnin aftur í kappan. Þakka fyrir Einar, vilja fleiri hvað þessi ljós. Svo er ekki, þá ber ég upp fundargerðir Bæjarráðs, númer 575 og 576, þeir sem það er sann ekki við skíðamerki, það er satt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerðir eignar skipulags- og umhverfisnefndar númer 211 og 212, orðið laust þær, vil einhver þessi hljóðs. Svo virðist ekki vera. Þá byrjaður upp til saðenda þess að samt ekki við skíðamerki, það er satt þetta með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð Hafnarstjórnar númer 201. Og ég ætla þrátt fyrir að formar eignarskipulags- og umhverfisnefndar hafi setið hjá í þessar umferð að fá að kveða mér örstutt hljóðs. Ég skal samt stilla máli mínu í hóf. Ég ætla bara að vekja athygli bæjarfulltrúa á og gera það fyrirfram út af þeim lið sem hér er í öðrum málum. Fyrst kannski aðeins lið 1. Stefnumótun vegna skemmtiferðaskipa 2018. Þetta mun gefast hér góðu tími í framtíðin til að ræða þetta hér því að við teljum það mjög nauðsynlegt að bæjarstjórnin setji sér svona stefnumótun. Við erum byrjuð að ræða þetta inn í Hafnarstjórn og óskum eftir að menningar- og nýsköpunarnefnd sem er með ferðaþjónustuna taki þetta núna inn til sín. Við höfum hort til síðan að funda með hagsmunaaðilum og þannig getum við byrjað á þessa stefnumótun og tekið öll þátt í henni. Þannig að bara hveti þess að þetta er svona fyrsta skrefið, við erum ekki komin lengri það, við bara teljum, nú þurfum að móta okkur stefnu. Hvað viljum við í málum með skemmtiferðaskipa, viljum við fjölga, fækka, hætta? Þetta er bara það sem er umræðum, þannig að okkur gefst tækifæri til þess bæði og ég hvet ykkur sem eru í nefndunum sem þetta fjalla að taka þetta þar. Aðeins og bara hér tókum ákvörðun þarna að bæta úr olíuafgreiðslu út á Eskifirði fyrir smábátana. Þar hefur verið svona ákveðið vandamál, verið ýmsar tilraunir gerðar til þess að reyna að leysa þau vandamál með flotbryggju en við tókum nú þá samþykkt að ráðast í gerð lítilla bryggju þar sem smábátar geta komið að og tekið olíu. Og það muni þá leysa þau vandamál sem henn hafa verið í þar. Síðan er bara aðeins í samtíð hafnarreglugina það sem við myndum aðalega vekja athygli á. Hún er þetta hér í fyrrumræðu eftir og áttar að fara í gegnum seinni. Það er breytingar sem eru hvað vegamestar á hafnarreglugerð. Er náttúrulega fyrir utan
sem voru nöðsynlegt vegna sameiningarinnar að Breiðdalshöfn komin inn í hafnar samla náttúrulega Fjarðabyggðar og eru núna með þessu formlega komin inn, en jafnframt líka var farið svona í ýmist orðalag, uppfært, breytt, tekið út hnykt á því að ekki má skóla nætur í höfnum Fjarðabyggðar. Ég held að það sé til framfara. Það eru konar þvottastöðvar sem eru að leysa úr þessu, þannig að við erum að beina því þangað og það verði ekki skóla hér úr. Og einu hafnar sagði að við tókum aftur móti ekki stækkun á hafnarsvæðunum og svo stöddu. Svæðisráðið sem skipulag haf og strand tekur á hann og skipað, hefur ekki verið kallað saman. Við erum að sjá hvernig svo vinna fer á stað, en áður en við ræðum stækkun hafnarsvæða. Þannig að þetta er það sem ég vildi nú bara vekja athygli bæjarfulltrúa í vinnu hafnarstjórnar. En Jens Karl Helgason er beðmáli, gerðu svo líka. Forseti, maður getur nú ekki sleppt tækifærinu fyrst að forseti voru búin að gefa upp boltan. Það er liður 1, stefnumótun vegna skemmtiferðaskipa 2018. Þetta er nefnilega svolítið athyglisverð pæling varðandi skemmtiferðaskipin. Ég man eftir því, ég held að það hefur verið bæjarstjórninni 2006, var sem sagt þá á því kjörtíðanbili 2006-10 var ákveðið að fara í rauninni þessa vinnu. Og ég man nú eftir því fjaðrafoki sem það olli í samskiptum sveitafélag á Austurlandi. Ég man ekki betur en að við vorum að leggja af Seyðisfjörð og við vorum að leggja af Djúpavog og ég veit ekki hvað og eina sem við reyndum að benda á að með þessum aðgerðum værum við nú einungis að stækka kökuna. Enda hefur ekki heyrst bofs í nágrunum okkar hér hvorki fyrir norðan eða sunnan, enda koma 30-40 skip á hvort stað á hverju ári. En að sama skapi hefur við ekkert, eða nánast ekkert gert í þessum málum. Það er nefnilega þannig að þær eru mjög villandi útblásturstölurnar sem koma fyrir Ísland. Inn í útblásturstölum fyrir Ísland þá eru til dæmis ekki inn í fraktskipin, þessi íslensku. Það er ekki inn í stóru flugfélögin, það er bara inn í landsflugið. Það er ekki hvorki Icelandair né WOW Air og það er náttúrulega alls ekki inn í þessi skemmtiferðaskip sem koma hérna og eru hér að fara allt í kringum landið. Og ég man nú ekki hverjar komurnar eru á stærstu höfnunum, en þetta eru milli 100 og 200 skip sem eru að koma á sumarhafnirnar eins og Ísafjörð og Akureyri og Reykjavík. Þetta er alveg óhugnalegu fjöldi sem eru að koma þarna inn. Og ég hlustaði á fyrirlestur núna, held ég hefur ferðamálastofum, þar sem að var verið að fara yfir þessa tölfræði, var einhver útlendingur sem fengur þess að tala, sem að talaði að, man ekki hvort á 2500-3000 manna skip mengaði eins og 1.000.000 fólksbílar á dag. Og bara svona fyrir okkur að okkur líði betur að keyra á rafbílunum okkar, svo er skemmtiferðaskip hérna í höfninni og mengar meiri en þorpið næstu 50 árin. Að ég svona velti því fyrir mér einmitt út frá þessu að við þurfum að vega þetta og meta og þessi vinna sem er að fara á stað, við þurfum að vega þetta og meta út frá öllum þessum þáttum. Það er svona þauðmálputtareglan að hvert skip gefur cirka af sér 1 milljón í hafnargjöld. Það er svona þauðmálputtareglan. En hvað fáum við á móti? Hver er til dæmis upplifun ferðamanna sem koma á Eskifjörð, kaupa sér þar gistingu, eru að fara út að borða og sjá okkur hérna heimamenninni og okkar náttúrulega umhverfi í litlu fiskiþorpi. Og svo allt í einu kemur skemmtiferðaskip, þetta er fólk sem búið á tugum þúsunda, svo kemur skemmtiferðaskip og það fyllist af kannski 2070 pluss einstaklingum sem eru vappandi bæinn. Þennan dag sem þetta fólk ákvaði að koma og sjá okkur í frið og sæld í okkar náttúrulega umhverfi. Og nota bene, það er búið að leggja til dæmis af handverksmarkaðin á Eskifirði held ég geti fullyrt, af því að það hefur bara ekkert selst neitt á honum undanfarin ár. Ég hef fylgst með því við sjóminjasafnið að það er svona 1/4 af gestónum sem fara inn, það kostar eitthvað 500 kallinn eða 1000 kallinn, að því þið tími ekki að borga sinna á safnið. Þannig að það er bara verið að vappa og væplast bæinn og fara svo að borða frýtt í skipinu eða frýtt að búið að borga fyrir það. Það því eins og við vitum
að eins og við vitum að þá til hérna á ensku sem ég segir there is no such thing as free lunch, en það nú annað mál. En ég held einmitt í þessari vinnu að við þurfum að vega það og meta út frá líka kannski viljum við bara vera það sveitafélag sem, ég bara kasta inn þessari hugmynd, ég bara að velta þessu sjálfur fyrir mér, kannski viljum við bara vera það sveitafélag sem segir, herðu, þetta ekki fyrsta lagi þessi massatúrismi sem við viljum sjá okkar samfélagum, þetta ekki bara út frá vist spori samfélagsins, við viljum ekki sjá þennan mengandi iðnað hér inn í samfélagið og þetta eru spurningar sem við þurfum að velta fyrir okkur. Af því að við höfum verið með hangandi hendi í þessu og það hefur verið svona eiginlega bara með ráðum gert að það hefur kannski einhver verið sendur þarna út á þessar sýningar bara til þess að afhenda bæklinga en við höfum ekki verið að taka virkan þátt. Þegar við fengum sem flest skipin þá var það því að við fórum á sínum tíma markvisst í það að fara í beina markasetningu, fórum í heimsóknir til viðkomandi útgerða og markasettum okkur. Síðan lifir það bara ákveðin tíma og við höfum ekki verið að viðhalda okkur sem áfangastað, höfum bara tekið við pöntunum ef þar hafa dottið inn. En ég velti því fyrir mér hvort að við eigum að stíga fyrsta skrefið og verða rauninni leiðandi sveitafélag í það að segja bara við viljum grænni ferðaþjónustu, við viljum ekki þessi mengandi skip inn í hafnirnar okkar með öllu því sem því fylgir. Við viljum tryggja upplifun þeirra ferðamanna sem eru að eyða í samfélaginu okkar, sannarlega. Við viljum tryggja upplifun þeirra á samfélaginu en ekki eins og þeir séu á Markúsatorgi í Feneyjum. Og við heyrum náttúrulega umræðinu bæði á Ítalíu og annar staðar þar sem að Spáni, svo í Barcelona, Feneyjum og hvað heitir þetta, Cinca Torres og fleiri stöðum þar sem að skemmtiferðaskipin rauninni að heimamenn eru algjörlega að gefast upp. Það eru hávær mótmæli bæði í Barcelona og Feneyjum út að koma skemmtiferðaskipa og svo framvegis. Að kannski ættum við að skoða þetta og ég vil bara svona leggja þessar hugleiðingar inn í vinnu þessa hóps til þess að velta því fyrir okkur hvað við höfum að gera því að við gætum orðið ákveðin svona fyrsta sveitafélagi til að taka ákveðina svona afgerandi afstöðu. En þetta eru eins og ég segi hjá mér ennþá bara hugleiðingar og vangaveltur. Ég ekki komið með ákveðina skoðun í þessu ennþá en maður veltir þessu fyrir sér. Svona í ljósi þess að nú erum við öll að reyna að kaupa rafmagnsbíla og líða betur að keyra hér að eigum þá ekki að reyna að láta það endurspeglast í allir okkar vinnu fyrir samfélagið út í gegn og reyna að minnka kolefnisspor samfélagsins og sveitafélagsins alls. Takk. Takk fyrir Jens. Mér viknaði þegar þú talar náttúrulegt umhverfi. Það orðið laust hundi Grafnssonar. Engi kveðið sér ljós, ég ber hann til saðildæðismanns handekkinsverki, hún saðist með 9 atkvæðum. Þá erum konið fundagerði fræðslandur um 57 og 58 orðið laust þar vill einhver þessi ljós. Svo vilist ekki verið berðar eftir samþyttar þeir sem sanngjöfinskeiði merki, það eru saðildæðis með 9 atkvæðum. Þá erum konið fundagerði íþrótt og tómstundunardur með 50, vill einhver þessi ljós hana. Pálína Margeirsdóttir gerði svo vel. Forseti bæjarstjóri, góðu fundamenn. Mér langaði bara aðeins að koma hérna inn á lið 8.6 sem eru reglur kynningar, auglýsingar og gjafir í skóla og frístundastarfi í Fjarðabyggð. Þarna við vorum nú búin að fá þetta inn á borð hjá okkur í fyrrverandi fræðslunefnd og búin að íta svo undan okkur 2-3 fundi og fengum þetta svo inn íþrótt- og tómstundanefnd. Þannig að það náttúrulega rosa mörg sjónarmið í gangi þarna og við sem sagt í íþrótt- og tómstundanefnd gerðum tillögu að breytingu því að okkur fannst eiginlega eins og reglurnar voru ef að þær höfðu farið óbreyttar í gegn. Það sem að sneri eiginlega beinast að okkur við sáum alveg í hendi okkar. Það var rosalega erfitt að geta ekki þegið endurskinsmesti í leik- og grunnskóla merkt Rauðakrossi eða einhverju slysavarnardeild. En reglurnar óbreyttar hefðu ekki heimilað það. Já, það er bara, eitthvað sem að nýtast okkur mjög vel og að nota á alla og þetta eign stofnanana. Þannig að við sem sagt lögðum til breytingatillögu sem að ég held að verði bara samþykkt hér og bara hið besta mál. Takk. Takk
Heiðri Pálína, Jens Garðar Helgason við böðum orðið. Forseti, mér langar aðeins að koma upp undir þessum reglum. Mér finnst þetta að vera svona hluti af reglum sem við erum að setja sem mér finnst að við þurfum ekki að setja reglum. Það er ekki eins og þetta hafi verið eitthvað vandamál hér í grunnskólum Fjarðabyggðar þegar að Eimskip kemur og gefur hjálma eða Sún eða Eskja eða Loðnuvinnslan, Síldavinnslan, þessi Alcoa, þessi öflugu og fleiri öflugu flottu fyrirtæki sem við eigum sem að gefa hér gjafir til skólan okkar. Það er ekki eins og það sé einhverju vopnaframleiðendur að koma og gefa hérna börnunum einhverjar gerfi handsprengjur eða eitthvað slíkt. Við erum bara að tala hér um samfélagslega ábyrg fyrirtæki sem að koma og gefa sína gjafir. Mér finnst þetta svona reglur um kynningar, auglýsingar og gjafir í skóla og frístundastarfi Fjarðabyggðar. Svo er búið að búa til einhvern reglubálk um þetta í staðin fyrir bara ef eitthvað fyrirtæki ætlar að gefa einhverjum skóla einhverja gjöf, þá er það bara í samráði við skólastjórnanda bara fundið út hvernig það er gert, á hvaða tíma dags og annað og svo víðari, þannig að það sé ekki farið út fyrir einhver velsæmismörk. Mér finnst þetta að vera svona eina af þessum reglum sem að mér finnst að þurfi ekki að vera að setja reglur um. Mér finnst þetta svona óþarfa reglufargan í okkar samfélagi. Takk. Já, þakkaði fyrir Jens. Þetta hefur skammt stóra högg á milli. Hérna vilja fleiri kveðja sér hljóðs undir Íþrótt tónlistarnefnd, svo virðist ekki vera. Ég ber þetta samþykktar. Þetta er samþykkt með 9 atkvæði. Þá er næst fundagerð félagsmálanefndar 111 orðið laust hann vill kveðja sér hljóðs. Svo virðist ekki vera, ég ber til samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundagerð barnaverndar nr. 88, orðið laust hana, engin kveðið sér hljóðs, ég ber til samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin landbúnaðarnefnd fundagerð 19 eins og kom fram í byrjun, þá hefði þessi fundagerð átt að hafa viðkomu í eigna skipulags- og umhverfisnefnd, en vegna þessa gangnabóð eru þarna undir sem nefndin hefur samið og þau eru fara til útsendingar vegna þessa styttist í fjallskil. Þá ber ég hér landbúnaðarnefndina upp hér beint, vill einhvern kveðja sér hljóðs. Svo virðist ekki vera, ég ber til samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin liðin almenn mál. Það er eins og áður sagði, það er fyrst fjárhagsáætlun 2018 viðauki 4. Bæjarráð samþykkti og sendi til bæjarstjórnar óskum það að samþykkti verið viðauki 4 við fjárhagsáætlun fyrir árið 2018. Í samræmi við samþykkt bæjarráðs 18. júní 2018 vegna kjarasamninga við kennara grunn-, leik- og tónlistarskóla og stjórnendur í tónlistar- og leikskólum ásamt breytingum samninga við BHM félögum. Eins og áður hefur komið fram, þá er hér verið að semja og umfram þær áætlanir sem við höfðum í fjárhagsáætlun 2018 eða 15 milljónir og því er óskætt því að viðauki verði hér afgreiddur. Orðið laust viðaukan. Engin kveðja sér hljóðs, ég ber til samþykktar, hann er samþykktur með 9 atkvæðum. Þá erum við komin hér í samþykktir og það er fyrst samþykkt meðhöndlun úrgangs. Hér er semst lögð fram til fyrri umræðu yfirfarin samþykkt meðhöndlun úrgangs í tengslum við sameiningu Fjarðabyggðar og Breiðdals. Eigna skipulags- og umhverfisnefnd hefur samþykkt sitt leyti tillögur verkefnisstjóra umhverfismála sem var þarna og vísar hér samþykkt til afgreiðslu í bæjarstjórn í fyrri umræðu og orðið er laust. Engin kveðja sér hljóðs, þá ber ég það upp að þessu verið vísað til síðar umræðu. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það næst samþykkt fráveitur. Það er fyrri umræða sömuleiðis, hefur komið sömu leið í gegnum eigna skipulags- og umhverfisnefnd og er uppfærð samþykkt fráveitur í tengslum við sameiningu sveitarfélagsins, vill einhver kveðja sér hljóðs hér í fyrri umræðu. Svo er ekki, ég ber hann upp til samþykktar að vísa til annar umræðu, eða síðar umræðu og það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það næst samþykkt umgengni og þrifnað utanhús. Það er sömuleiðis fyrri umræða. Eigna skipulags- og umhverfisnefnd eins og líkt og áður hefur samþykkt sitt leyti tillögurnar sem lúta þessum breytingum vegna sameiningarinnar og vísar henni hér til umræðu í bæjarstjórn. Jafnframt samþykkti nefndin að eins og lög gera ráð fyrir að samþykkt umgengni og þrifnað verði endurskoðað heilbrigðisnefnd Austurlands með tillit til úrræða við vanefndum samkvæmt mannvirkjalögum. Orðið er laust hér í fyrri umræðu. Engin kveðja sér hljóðs. Ég ber það upp að vísa til síðar umræðu samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það samþykkt hundahald.
Það er sömuleiðis yfirfarin samþykkt hundahald fyrir umræða, búið að yfirfara þær breytingar sem gerðar hafa verið í tengslum við sameiningu, vill einhver kveðs hljóð sér í fyrir umræðu, svo er ekki, ég ber það upp á vísindi síðar umræðu, það er saðend með 9 atkvæðum. Þá er það saðendu kattahald og önnur dýr. Hún er sömuleiðis hér til fyrir umræðu, yfirfarin, tekið mið af þeim breytingum sem árið við sameiningu, vill einhver kveðs hljóð sér fyrir umræðu, svo er ekki, ég ber hann upp til síðar umræðu, það er samþykkt. Að vísa til síðar umræðu. Þá er hann samþykkt fíðurfé sem ég sérstaklega kveður á. Það eru hænsnfuglar og aðri skrautfuglar í þéttbýli. Það er búið að yfirfara þá samþykkt og hún er til fyrri umræðu, orðið laust hana. Samþykkt fíðurfé Jens. Þú jafnvel muni koma upp í síðar umræðu það. Engin hvað þessi hljóðs ég ber upp til síðar umræðu, afgræðslu til síðar umræðu, það er saðan með 9 atkvæðum. Þá er það reglur samskipti trúfélaga og skóla í Fjarðabyggð. Þetta kemur hér frá fræðslunefnd, sömuleiðis endurskoða reglur samskipti trúfélaga og skóla. Fræðslunefnd lagði til að gildandi reglur Fjarðabyggðar verði samþykktar óbreyttar og bæjarráð samþykkti reglurnar sitt leyti og vísaði til staðfestingar bæjarsnar. Vil einhver þess ljós? Svo er ekki, það eru samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru reglur kynningar, auglýsingar og gjafir í skóla og frístundastaðir í Fjarðabyggð. Reglur þær hafa verið yfirfærðar og eins og kom fram breyting á þeim sem hefur farið í gegnum bæjarráð og er hér til umræðu og afgreiðslu. Engin kveðs hljóðs, ég ber þetta til samþykktar, saðent með 9 atkvæðum. Þá er það hafnarreglugerð. Það er fyrri umræða, eins og áður kom fram og í máli mín áðan fór ég við þær breytingar sem eru á hafnarreglugerðinni sem tengist annars að sameiningu og hins vegar breytingar á meðhöndlun í höfnum. Vill einhver þessi hljóðs í fyrri umræðu, svo er ekki, ég ber það upp til samþykktar að vísa þetta til síðar umræðu, saðent með 9 atkvæðum. Þá er það reglur leikskóla. Gildandi reglur hafa verið lagðar til, hér lagðar fram til samþykktar með lítilsháttar breytingum eftir yfirferð í fræðslunefnd og tilliti til sameiningar við Breiðdal. Vill einhver þessi hljóðs, svo er ekki, ég ber upp til samþykktar með 9 atkvæðum. Þá er það úthlutunarreglur íþróttastyrkja. Það hefur verið samþykktar breytingar þar með tilliti til sameiningar Fjarðabyggðar og Breiðdalshrepps íþrótt- og tónlistarnefnd. Vill einhver þessi hljóðs þar, svo er ekki, ég ber þar upp, það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá er reglugerð vegna kjörs á íþróttamanni ársins. Íþrótt- og tónlistarnefnd hefur líka samþykkt breytingar á reglum kjör og íþróttamanni ársins vegna sameiningar Fjarðabyggðar og Breiðdalshrepps. Orðið laust, engin kveðs hljóðs, ég ber henni til samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er hann samþykkt ungmennaráð Fjarðabyggðar. Það er breytingar á samþykktinni í tengslum við sameininguna. Þetta kemur frá íþrótt- og tónlistarnefnd, orðið laust. Pálína Margeirsdóttir, nei, já, ok, þá ber ég til samþykktar, þeim sem hann samþykkir sem ég merki, hún sagði með 9 atkvæðum. Fyrir síðar umræðu, fyrirgeðu, síðar umræðu, ég var fastur reglugerðunum með þá. Þá er það reglur styrkveitingu, það er einungis ein umræða, styrkveitingu og úthlutun tíma í íþróttamannvirkjum við íþróttafélög og almennings, sömuleiðis yfirfarið íþrótt- og tónlistarnefnd og gerða breytingar, lengur þessi hljóðs, svo er ekki, ég ber upp til samþykktar með 9 atkvæðum. Ég veit að þetta hljómar mjög hraðlislega en þetta er nú farið held ég sem vera komin svo nokkuð í gegnum reglur og samþykktir sem þarf við fram. Til fyrirmyndar, ég vil þakka bæjarfulltrúum þá umræðu hér á þessum bæjarstjórnarfundi og til næsta bæjarstjórnarfundar er boðað að vikuliðinni sem er frávik vegna þess að við erum einfallega að rétta okkur af í dagatalinu. Það verður hér fundur á 5. daginn kemur og verður boðað til með hans með dagskrá. Ég segi fundi slitið